það kannski ekki allir sem vita að þú ert ráðinn þarna sem forstjóri þegar þú ert ófrísk. Já. Segðu okkur aðeins þá sögu, það ekki, sko, þetta gæti virkað sem múr eða hindrun, Jú. en þarna maður að ræða konum með lítil börn og þess utan hún ófrísk. Hvernig blasti þetta við þér? Já, auðvitað verð ég að segja að mér finnst stjórn hafa sýnt mikið hugrekki að taka þessa ákvörðun af því að það auðvitað ekkert gefið að þetta gangi bara upp og ég auðvitað bara mjög þakklátt fyrir það að ég hef verið heppin heilsufarslega séð að geta sinnt miklu starfi meðfram svona fjölskyldulífi en það var nú einfallega þannig að það kom upp svo staða að forstjórastóllinn losnaði í festi. Eggert Þór Kristoffersson sem að réði mig sem framkvæmdastjóra Krónunar á sínum tíma sem reyndist mig gríðarlega vel, hann hvatti félagið og ég hugsaði með mér, ég var nú ekkert búin að vera svo lengi í Krónunni, bara 2 ár, en hafði mikla skoðanir á festi og rekstri þarna innandyra og aftur kemur bolli til söguna, maður minn og segir Ásta mín, ég nenni nú eiginlega ekki að hlusta á þig tuðandi næstu árin yfir einhverjum forstjóra sem kannski hefur aðra skoðanir en þú. Akkur ferði ekki bara og segir stjórninni hvaða svona framtíðsýn þú hafir og þá ertu allan búin að losa það og getur þá farið bara og haldið áfram í þínu. Og ég bara lit slag standa og gerði það. Þú varst ráðinn? Og það fór svo, ég var ráðinn, gengin 7 mánuði á leið. 7 mánuði á leið. Og einhverju myndi segja, já, aldrei nú kall spurður þetta og þess aftar, en þetta samt öðruvísi að ráða konu sem gengir svona langt á leið og sýnir náttúrulega hvert við erum komin hérna á Íslandi. Mér allavega ekki kunnugt að þetta hafi verið staða hjá nokkru öðru svona stór fyrirtæki hvað þá skráða markað, að forstjóri hafi verið ráðinn með þessum hætti. En ég auðvitað hef viðurkennt það áður í viðtali að ég settist nú ekkit bara niður að fóra heklaða prjóna sko. Maður fór náttúrulega bara fullt í það að skoða hvaða tækifæri væru fyrir hendi og nýtti tíman vel, gat þá afsakað mig með því væri í orlofi og þegar ég kem tilbaka 17. mars árið eftir, ég var þarna einhverja 4-5 mánuði burtu, að þá tilkynntu við strax kaupin og lyfju. Þannig að þá áttu þessi margir að ég var nú búin að vera að svona plotta eitthvað með stjórninni og mínum mjög svo góðu meðstjórnendum í festi. Að því að kaupa þessa frábæru lyfjakeðju og apótekarakeðju lyfju og sem var svo raunin og gekk í gegn á síðast ári. Þannig byrjaði það ævintýri en vissulega þarf maður að hafa góðan stuðning til þess að sinna svona starfi, hvort sem maður karl eða kona, en við erum með 3 lítil börn og þetta svona smá ævintýri. Á hvaða aldri eru þau? Það 2, 9 ára, 6 og 8 ára. Þannig að það líf og fjör. 2, 6 og 8. Já, það líf og fjör. Já.